Jæja, þá er það þriðja myndbandi í seríunni okkar og hér ætlum við að kíkja á hlutbundna forritun og sérstaklega það sem kallast klasar eða hlutir. Hlutbundi forritun er bara aðferðafræði til þess að búa til hugbúnað eða forrit sem gengur út á að skipta hugbúnaðinum upp í smærri einingar og nota svo kallaða hluti og þaðan kemur þá nafnið. En við ætlum að búa til nýja forritseiningu, við skulum kalla hana bara frogs, af því að við ætlum að búa síðan til froska sem eru þá hlutirnir okkar. En til þess að búa til froskana þá ætlum við fyrst að búa til uppskrift að hefðbundnum froski og þessar uppskriftir kallast klasar eða classes á ensku. Froskarnir sjálfir, það er að segja hlutirnir, eru sagðir vera tilvik af klösum. En við skulum bara byrja á því að fara hérna og finna sniðmátsmöppun okkar. Munið, þar vorum við búin að búa til svona einfalt Python forrit, mjög einfalt. Það gerði ekkert annað en að opna hvítan glugga. Ég ætla að afrita möppuna og svo ætla ég bara að breyta nafninu hérna og ég ætla að kalla þetta bara frogma eða eitthvað. Fyrir þá möppu þá ættu að vera tvær skrár þar, main skráin og settings skráin. Það er bara flott, við skulum bara opna main skrána, sjá til þess að allt sé í lagi, opna hana í idle og prófa inn hana, það er að segja keyra hana og þá opnast þessi hvíti gluggi og hér sjáum við titil leiks og ég get loka glugganum, það var allt og sumt. Við skulum opna bara settings skrána líka, þó svo að við þurfum aðeins að eiga við hana alveg rétt, en ég ætlaði bara að byrja á því að strax hérna breyta hérna titlinum í frog svona og aftur í main skrána. Hvet ykkur til þess að þegar þið eru að horfa á þessi myndbönd, kennslumyndbönd, þar sem ég er að kóða, endilega breyta hraðanum á myndbandinu. Ég tala svolítið hægt, þannig að á tvöföldu hraða þá virðist allt eðlilegt og svo getið þið bara pása myndbandið eftir þörfum. Heyriði, en við ætlum að búa til nýja forritseiningu í þessari möppu, þannig ég ætla að gera new file og hérna ætla ég að gera hérna forritseininguna frogs.py klasar fyrir froska. Ég segi klasar að ég ætla að búa til tvo en bara einn í þessu myndbandi, en ég ætla að búa til klasa fyrir frog og svo annan sem heitir superfrog. Vistum þessa skrá og köllum hana frogs með litlum stöfum. Heyriði, svona, fara aðeins í main skrána. Hérna inni ætla ég að segja from frogs import sem bara stjarna, því við vitum nákvæmlega hvað er í þessari skrá. Síðan viljum við hér einhvers staðar hérna fyrir neðan, nú vil ég geta sagt hérna bara, ég ætla kannski að gera eitthvað svona myfrog, ég ætla að búa til núna nýtt tilvik, þar sé nýjan hlut byggð á þessari frog uppskrift sem við eigum eftir að búa til. En það verður eitthvað svona, ég ætla að nota hérna klasan frog til þess að smíða nýjan frosk, hann verður geymdur í þessari breytu og ég ætla að staðsetja hérna, ég ætla að segja hann að ég byrja bara í x-hnitinu 300 og kannski y-hnitinu 200 eða eitthvað, svona. Nú er ég búinn að búa til nýjan frosk. Og hérna niðri, þar ætla ég, eftir að við erum búin að lita gluggan hvítan, þá ætla ég að teikna froskin. Ég ætla að segja myfrog.draw. Þannig ég þarf að útfæra þetta hérna, þess að ég þarf að búa til klasan frog og ég þarf líka að búa til fall, kallast aðferð eða tilheyri klasa, til þess að teikna frosk og hér þarf ég að láta vita hvar ég ætla að teikna hann. Ég ætla að teikna hann á
hérna screen, munið, það myndflöturinn okkar, þessi hvíti. Teiknum froskinn á myndflötinn, hérna, búum til nýjan frosk. Þetta sem sagt tilvik af klasanum frog, eða tilvik, eða þetta nýr froskur samkvæmt þessari frog uppskrift. Nú skulum við búa uppskriftina til. Þá förum við hérna í þessa skrá hérna, frog skrána, og byrjum að skrifa class. Það lykilorð til að láta vita, ok, hér kemur skilgreining á klasa, og klasin heitir frog, og það hefð fyrir því að nota stóran staf í klasa skilgreiningum eða klasanöfnum. Þannig vitum við sem forritarar, þegar við sjáum hluti á borði við þetta, já, stór stafur, ok, það er verið að nota klasa. Heyriði, inn í klasanum þá þurfum við, eða yfirleitt skulum við segja, það þarf ekki alltaf, en yfirleitt þá þurfum við 2 underscore, þetta eru 2 strik niðri, og gera init 2 strik niðri. Þetta verður að vera nákvæmlega svona. Þetta fall, við erum að skilgreina fall eins og þið sjáið. Þið munið að def lykilorðið þýðir að hér kemur skilgreining á falli, en þetta fall inn í frá klasanum. Það þýðir að það tilheyrir þessum klasa. Það að segja, þetta fall sem notað á froska. Og að því að þetta heitir init, það er hérna svona frátekið orð í sjálfu sér, þetta hérna, og þetta það sem við kallum smiðsfall. Þetta fallið sem mun smíða frosk fyrir okkur þegar við notum hérna klasan hér. Hér ég að segja, ég ætla að búa til þessa breytu. Hún á að vera smíðuð samkvæmt þessum klasa. Þannig að það sem gerist hérna bak við tjöldin að init fallið notað, og það verður að heita nákvæmlega svona, annars verður það ekki notað. Og hér ætla ég að segja, já, eitthvað, hérna á að vera eitthvað x-nit og eitthvað y-nit, muniði við sendum þarna inn 300 og 200. Ok, þannig að froskurinn sem ég fæ ætla að smíða í hinni skráni, hann x-ið hérna verður 300, y verður 200. En ég þarf að geyma þær upplýsingar hér. Og það gerum við með þessum móti hér, self x verður x, self y y. Ok, það skrýtna við þessa init aðferð og allar aðferðir í klösum, hjá okkur að minnstakosti í þessum áfanga, við verðum að byrja á að setja self hér sem svona færibreytu, þó svo að þegar ég notaði klasan, þá sendi ég bara inn x og y heiti. Ég sendi ekkert inn í staðin fyrir þetta self. Þetta svona eiginlega frátekið og hefð fyrir frátekin færibreytt, það má segja, og hefð fyrir því að kalla hana self. Og í bili skulum við bara hugsa þannig, já, þetta verður að vera þegar við skilgreinum föll inn í klösum. Auk þess sem að allar breytur inn í klösum, ef það á að nota þær inn í klasanum sjálfum í öðrum föllum, þá verða þær að heita eða hafa forskeytið self. Þetta svona tilvísun í tilvikið af klasanum. Við ætlum að búa til fallið draw, og þar verður að vera self líka, en ég þarf ekkert að, og hérna flöturinn sem við ætlum að teikna á. Þannig að munið hérna, ég sagði, já, myfrog.draw. Hér ég í raun að segja, já, froskurinn sem ég bjóð til hérna uppi, ég ætla að nota draw-fallið sem tilheyrir honum til þess að teikna á screen. Þannig að hér ég að senda í staðinn fyrir þetta surface, þá ég að senda inn myndflutin screen. Og hér get ég gert eitthvað að borða þetta, pygame.draw circle til dæmis. Ég ætla að teikna sem sagt hring í staðinn fyrir, eða hringskífu í staðinn fyrir hérna einhverju mynd af froski. Hringurinn froskurinn inn í bili, og circle fallið í Pygame, já, það fyrst vill það fá hérna
breytu hér sem segir á hvað á að teikna. Jú, á þetta yfirborð hérna, surf. Hvaða lit ætlum við að hafa á honum? Jú, við ætlum að hafa hann grænan sem við skilgrindum í settingsskráni. Hvar á miðja frosksins að vera? Já, það er x og y hitt, x, y, en hér þá til þess að nota x-nitið sem kemur hér inn og þetta y-hitt, þá er ég að geyma það hér í annarri breytu sem heitir self x og self y. Munið það sem ég sagði það, ef ég er að nota hérna gögn eða breytur í öðrum föllum inn í klassanum, þá verða þær að hafa forskeytið self. Það má segja þannig að það séu aðgengilegar allstaðar í klassanum, kannski svona í einhver svona einföld útskýring á því. Og aftast þarf radius frosksins að koma og við skulum bara búa hann til hér, self r jafnt og látum froska hafa bara radiusin 10. Svona self.r, svona. Þannig hér skilgreini ég radiusinn og gefu öllum froskum gildi 10. En annars, þannig að allir froskar hafa sama stærð, en þeir fá mögulega mismunandi hnit. Við sjáum það betur á eftir. Heyriði, en til þess að nota Pygame fallið, safnið og draw forriteininguna, þá þurfum við að sjálfsögðu hér að gera import Pygame. Og ég er að reyna að nota green hérna fastan sem við skilgrindum í settingsskráni, þannig að við skulum líka gera from settings import stjarnan. Ég held að þessi klassi sé núna nothæfur. Ég ætla að segja hérna inni, sjáu þið núna, það er hægt að gera líka svona 3 gæsalappir hér, þetta er svona docstring og hér ætla ég að segja að þetta er bara smiðsfall sem býr til nýjan frosk. Hérna ætla ég að segja aðferð sem teiknar frosk, svona. Yfirleitt þá segjum við að föll sem skilgreind eru inn í klösum, þau kallast aðferðir eða methods á ensku. Vissulega er þetta föll, en ef föllin tilheyra klasa, þá kallast þau aðferðir. Heyri, ég held að þessi eining sé tilbúin til notkunar. Við skulum fara henni í meginskrána og ég ætla bara að prófa að keyra þetta. Hér er ég með frosk, ég er að nota klasan, þar segir að nota uppskriftina sem klasin er til þess að smíða nýjan frosk með x-niti 300 og y-niti 200 og þetta átti að vera myFrog. Þetta, ég ætla að geyma froskin sem ég bý til hér og hér er ég að teikna hann. Ég var að sjá hvað gerist ef við keyrum þetta. Sko, opnast glugginn og ég fæ grænan debil hérna og ég ætla að sýna ykkur bara að við getum búið til annan frosk. Ég get búið bara til aðra breytu hérna, your frog, sama sem frog og látum hann bara vera hérna einhver staðar annar staðar á skjánum, svona. Þetta er annar froskur og ég get þá teikna hann með að gera your frog.draw screen, teiknaðu þennan frosk líka á skjáin, keyrum. Ok, hér er þá komin nýr froskur, það er að segja annar froskur með því að nota sama klasan og við skulum bæta núna aðeins við, láta það hreyfast. Við skulum gerum eitt hérna í mainskránu fyrst. Uppfærum sýndarheiminn, þessi hluti leikjaleikjunar, við notum þennan hluta leikjaleikjunar til þess að reikna út hvar hlutir eiga að vera staðsettir og færa þá til áður en þeir eru teiknaðir og við ætlum að gera eitthvað
á þessa leið, myfrog.update. Þess að ég ætla að búa til aðferð sem hægt að nota á froska sem heitir update og hún á að reikna hvar á froskurinn að vera staðsettur. Og ég ætla í bili bara að nota hana á myfrog. Ok, hér skulum við þá skilgreina def update og nú vitið þið, já, self þarf að koma fyrst. Ég ætla ekki að senda neinar frekar upplýsingar hérna inn og hérna ætla ég að segja að ef froskur ekki á gólfinu þá á hann að fá hröðun niður á við. Við skulum nota smá eðlisfræði hérna. Þið kannist við hérna formúla á borðu þessa það ekki, loka staðsetning er hálfur sinnum hröðun sinnum tímin í öðru pluss upphafshraði sinnum tími pluss upphafsstaðsetning. Ok, þannig að ég ætla að nota bara svona eðlisfræðina hérna, nema ég ætla bara að spá í y-hnitinu, þannig að við skulum skrifa y-hnituna í staðinn fyrir x. Ok, þannig að látum froska verða fyrir þyngdarhröðun. Þannig að ég ætla að segja self y-hnit frosks á að vera hálfur sinnum hröðunin sem hann verður fyrir og ég ætla að búa til fasta sem greimir hana og köllum þennan fasta bara gravity og við skulum hérna í settings skráni þá skulum við skilgreina hérna þyngdarhröðun fasta sem kallast gravity og láta það vera 2. Það er að segja þetta er hérna 2 pixlar á ramma, það er að segja fyrir hvern ramma sem að leikurinn sýnir okkur þá á hraði frosks að aukast 2 pixla á ramma. Þannig að tímaeiningin okkar er í raun rammi og færslan eru pixlar. Þannig að það er A-ið hérna og tíminn er þá rammi, einn rammi öðru er þá bara 1. Þannig að ég get sleppt t-inu. Við skulum segja hérna A2 t saman sem 1 rammi. Ok, hraðinn hérna, já við þurfum hann, við skulum segja hér self vel y sama sem og hraðinn í upphafi látum hann bara vera 0. Ok, sinnum tíminn aftur sinnum 1, þannig að það þarf ekki og svo pluss upphafs y-hnitið. Já, en upphafs y-hnitið er þá þetta hér, þetta self y. Þannig að við erum að uppfæra þá breytu, er það ekki? Þannig að hann byrjar hér, hann er á þessum hraða í tíman 1 rammi og svo er það hröðunin, eða hálfhröðunin sinnum tíminn 1 rammi í öðru. Kannski eitthvað sem þið þurfum að fá að melta og velta fyrir ykkur, en hér er ég að uppfæra staðsetninguna fyrir hvern ramma sem líður. Ekki nóg með það að í lok rammans, þegar við erum búin að uppfæra staðsetninguna, þá þurfum við að uppfæra hraðan, y-hraðan. Þannig að hraðin verði annar í upphafi næsta ramma. Þannig að við skulum segja hérna hraðin. Hér erum við að nota þessa formúlu. Já, við vitum að hraði er hröðun sinnum tími pluss upphafshraði. Já, ok. Þannig að hraðin í y-stefnu er hröðunin, gravity. Sinnum tímin, já aftur, hann er bara 1 og pluss þá upphafshraðin sem er self vel y. Aftur, líka eitthvað sem þið þurfið kannski að hérna fá að horfa á og melta í smá stund. En kíkjum núna á, ég ætla að vista þessa settingskrá. Prófum að keyra þetta núna hérna. Þannig að við erum með 2 froska, við erum reyndar bara að uppfæra annan þeirra og svo ætlum við að teikna báða. Sjáum hvað gerist og fylgistu vel með skjánum hjá mér. Ég keyri og hann er farinn. Það
gerðist svo hratt að ég sá það ekki fyrir froskurinn. Það er að því að tölva mín hún keyrir í gegnum þessa leikjaleiki eins hratt hún mögulega getur, kannski er þetta mörg 100 sinnum á sekundu, þannig að froskurinn er farin áður en ég veit af. Og við skulum nýta tækifærið, fyrst að við erum að tala um klasa í þessu myndbandi, að búa hér til nýtt tilvik af klukkuklasanum í Pygame. Þannig ég segi hérna clock er pygame.time.clock. Sjáu þið, hér er ég að búa til breytu, ég ræði hvað hún heitir, ég ætla að skýra hana clock. Ég ætla að fara í Pygame safnið í time forage eininguna og nota klasan clock. Ég sé að þetta er klasi að því að það er stórt C. Ok, þannig að þetta er klukka. Ok, og hér neðst í leikjalekinni, þetta er þetta, ég nefndi það örugglega þegar við vorum að búna til fyrst. Hérna er fjórða stóra atriðið, eða svona, þetta er pínu kannski auka atriði, en þó eitthvað sem mægir eiginlega alltaf. Það er að við ætlum að stýra hraðanum aðeins, stýrum hraðanum á lykkjunni og með þessari klukku sem við vorum að búa til þá getum við hérna sagt hver hámarkshraðinn á að vera. Minnir það sé svona clock.tick, ok, ég er að nota tick aðferð klukku og ég sendi inn hérna hvað ég vil að lykkjan keyri margar umferðir á sekundu í mestalagi. Og við vorum búin að skilgreina þessa breytu í settingsskráni. Hámark FPS rammar á sek. Kannski var þetta tix x kemur í ljós. Prófum að keyra þetta. Þarna sá ég froskinn allavega dett út af skjánum, út af þyngdarhröðun. Að því lykkjan keyrir aðeins hraðar. Heyriði, við skulum samt láta, og við skulum bara láta hinn froskinn detta líka. Your frog.update svona. Þannig að detta báðir og svo halda þið bara áfram að detta og þeir eru löngu konur út af skjánum. Við skulum láta þá detta hérna bara niður á gólf. Ég ætla að segja hérna ýmsir aðri fastar og ég ætla að búa til eitthvað sem ég kalla bara floor, hvar á gólfið að vera. Ég ætla að hafa það hérna í height -100 pixlum ofan við botnin á gluggan. Munið að y-ás er jákvæður niður á við, height er þá y-hnitið á neðri brún gluggans. Ég ætla að draga 100 frá því, það þýðir að ég ætla að vera 100 pixlum ofan við neðri brúna. Það er eitthvað sem ég ætla að kalla floor. Og í frog-skráni hérna, þar sem að við erum reiknum nýtt y-hnit frosks og nýjan hraða frosks, þegar það er búið þá ætla ég bara að segja ef y-hnitið er orðið stærra en floor. Ef froskurinn er komið niður fyrir gólfið, þá ætla ég að segja y-hnitið á að vera jafnt og floor. Og ég ætla að segja hraðinn á að vera 0. Því að hann er stopp. Vistu þetta? Prófum að keyra main skrána hérna. Þetta er og lenda hérna. Hérna er eitthvað ósýnilegt gólf sem að froskarnir þá sitja á. Við skulum gera aðeins meira. Við skulum láta að hoppa daldið hérna handahófskennt. Og fyrst að eitthvað á að vera handahófskennt þá þarf ég hérna random forage einingu, þannig að við skulum gera import random og hér er ég að hugsa að gera þá if random.randint bara 1 til 100 er minna en jafnt og 5, það er þá 5% líkur á að þetta gerist. Þá ætla ég að segja self.jump. Prófum þetta. Sé það að hér var ég ekki búin að setja hérna
svona docstring hérna í update fallið, fall eða aðferð sem uppfærir staðsetningu frosks. Ok, svona, já, hér ég að nota jump aðferð en við erum eftir að búa hana til, þannig að við skulum gera það. Def jump, aftur self, og það eina sem við höfum hérna í jump, við skulum segja self vel y verður eigum að segja random tala á bilinu 10 til 20, random heiltala á bilinu 10 til 20 nema í mínus, af því ég vil að hraði frosksins sé upp á við, það er þá neikvætt, þess vegna setjum ég mínus hérna. Ef að prófa þetta, gerast sennilega skrýtni hlutir, keyrum, já, þannig að nú eru froskanir að hoppa handahófskennt stundum, en það skrýtna er að þeir geta hoppað þegar þeir eru í loftinu, eins og þið sjáið. Ok, þannig að skulum lagfæra það verður sennilega síðasta sem við gerum. Förum í frogs forutsetninguna, hérna ég ætla að segja ef froskurinn er á gólfinu, það eru einu skiptin sem hann má hoppa, er það ekki rökrétt? Þannig að ef að y-hit frosks er að sama á gólfið, ja, þá gerist þetta, og munið hér vorum við að nota hoppið bara handahófskennt. Þannig að suma ramma ákveður froskur að hoppa. Þetta er svona lítil hopp, en hann hoppar aldrei þegar hann er í loftinu, bara þegar hann stendur á gólfinu. Heyriði, kannski eitt enn, fyrst að þetta er opið, við settum svona docstring hérna í föllin eða í aðferðinar, ég eftir að gera hérna aðferð til að láta frosk hoppa eða stökkva, svona, nú er ég búin að gera docstring fremst í öll föllin. Þá ætti ég hér að geta sagt help, held ég svona, prófum þetta, help, hvað ætlaði að gera, frog. Jump til dæmis, prófum þetta bara, já, nei, ég fekk ekki, held ég myndi sjá þetta hér, import, frogs, help, frog.jump, help, frog.update. Sjáðu hvað gerðist hér, ég notaði help á update aðferðina í frog-klassanum, þá birtist hérna þessi docstring sem við gerðum, aðferð sem uppfærir staðsetningu frosks, þetta hér. Akkur ætli þetta gerist ekki, kannski ætti ég eftir að keyra þetta eftir að getur það verið eftir að ég skrifaði þennan kóða þarna. Prófum hérna help frog.jump, já, nú kemur það aðferð til að láta frosk hoppa, þannig að svona docstring, þessi hérna með 3 gæsalöppum fremst og aftast, þetta birtist þegar ég segi help og svo hérna nafnið á fallinu eða aðferðinni, en hann verður að koma fremst í aðferð til þess að þetta virki með þessari help skipun, og þetta er meira þess að sýningur þá hvernig þá í hugbúnaði, stórum hugbúnaði þar sem margir koma að
skrifa svona athugasemdir í kóðan og fyrir aðra forritara sem nota síðan forritseiningarnar, hvernig þeir geta nota hjálpskipanir og annað til að sjá hvað aðferðir gera eða klasar eða hvað nú er. Kannski ekkert risatrið í þessum áfanga en fínt að venja sig á að setja svona smá skýringu alltaf fremst í aðferð til hvers hún er. Strangt til tekið ætti líka að segja kannski hverjar færibreytunar eru og hverja aðferðin skilar. Kannski gerum við það síðar, ég bara sé til. Í bili ætla ég að hafa þetta bara svona frekar stutt og laggott. Heyrðu, ég held að þetta sé nóg í þessu myndbandi. Við erum búin að búa til klasa, við erum búin að búa til tilvik af froskum. Kannski geri eitt hérna, já. Í staðin fyrir að búa til 2 froska, hendum þessu. Þetta er að síðast sem ég geri. Skiptum skoðun hérna í lok myndbands. Ég ætla ekki að fara svona langt, en gerum eitt enn hérna, tekur enga stund. Við skulum bara búa til lista sem kallast My Frogs og hann er tómur í upphafi. Svo ætla ég að segja for x in range, ég ætla að byrja 50 pixlum frá vinstri hlið gluggans og ég ætla að fara alveg út að hérna hægri hliðinni og ég ætla að stökkva 50 í hvert skipti. Þetta er tilvalið að rifja upp hvernig forlykkjur virka. Byrja hér, ég fer alveg upp að þessu, þetta er ekki talið með og ég ætla að hækka töluna svona mikið í hvert skipti. Þannig að þetta verður 50 í fyrstu umferð, svo 100, svo 150 og svo framvegis. Og í hverju umferð þessari lykkju þá ætla ég að setja hérna aftast í frogs listan, myfrogs.append. Hvað ætla ég að setja aftast? Ég ætla að setja nýtt tilvik af klassanum frog og þar inn þarf ég að setja eitthvað x-nit þegar ég er að búa til nýjan frosk og eitthvað y-hit og ég ætla að láta þá alla byrja bara í y-hitinu 100. Þannig ég er að búa til fullt af nýjum froskum. Hér síðan, hérna niðri, þá get ég sagt for frog in my frogs. Þá er ég að taka 1 frosk í einu úr þessum lista. Ég ætla að segja frog.update. Ég ætla að uppfæra hann. Og hérna niðri, eftir að við erum búin að teikna eða lita gluggan hvítan eða aðal myndflötinn, þá ætla ég að segja for frog in my frogs frog.draw. Þannig að nú er ég búið til fullt af froskum og ég er að teikna þá alla. Keyrum þetta, sko, fullt af froskum hérna og þeir hoppa allir svona svolítið handahófskennt beint upp. Heyri, flott, í næsta myndbandi þá gerum við einhverja ofur froska. Takk í bili.